Já, já, hótel Jörð heitir nú eitthvað kvæði eftir Tómas. Við erum gestir og hótel okkar jörðin. Svo þýðir orðið Volkswagen kannski svona beinni þýðingu almenningsvagn, þannig að í beinni þýðingu væri þetta hótel eða gistihúsið almenningsvagn, sem auðvitað einhvers konar hugmynd eða rammi samfélag eða nýtt orð á samfélagi. En Volkswagen hefur auðvitað mjög margraða merkingu og svo tengist þetta kannski líka einhvern veginn Evrópu, gamla dagar, eftir stríðsárin, útlönd. Þetta er ekki bara Ísland, þetta er Evrópa, þetta er hótel Volkswagen, hótelkapitalistíska samfélagið, getur það heitið eða eitthvað slíkt. Já, þú það kannski ekki rétt. Þannig að þýðir þessi titill eitthvað, ég sé bara já og nei. Já, þetta æfingaferli hefur kannski verið óvenjulegt og ekki alveg venjulegt fyrir mig og kannski okkur, vegna þess að hér að ræða nýtt íslenskt verk sem er mjög vel skrifað og skýrt og klárt. Þannig að á einhvern nátt hefur þetta verið auðvelt. En það er það ekki lengur, því að það er ekkert auðvelt. Það er sem sagt, ný íslensk verk eru náttúrulega bara, þeir verðmætustu ávextir bara menningar okkar, að þessi fólk að skrifa leikrit sem eru sett á svið og leikinn fyrir okkur hér í litla ættbálknum er auðvitað mjög verðmætt og mikil ábyrgð að fá það í hendurnar og fá að reyna að flytja ljós höfundarins út í sal. Það eru stór og mikil hlutverk. Já, ég verið reynt mikið á mig. Það er alltaf, þú veist, leikhús er alltaf leikhús og það er alltaf upp á líð og daufa og það er alltaf allir dæmdir bara af því sem gerist hér og þannig að við erum orðin svolítið sjóið í þessu. Hef ég komið sjálfu mér á óvart á þessu tímabili? Já, það er persónulegt, ég vil ekki svara þeirri spurningu. Já, það er kannski það sem ég hef áhyggjur af varðandi þetta verk, er kannski að persóna höfundarins er það mjög stór og fyrirferðarmikil þessar mundir í samfélaginu, að það setji ákveðin svona glerugu á fólk og búi til einhverja afstöðu og þannig að verkið fá ekki svona hlutlausa skoðun fyrir hvað það stendur. Þannig að þetta er kannski svona ein hindrunin. Ég held að við þurfum bara að gera hlutina þeim mun betur og en þetta verk er miklu alvarlegra heldur en það þykist vera eða gefur sig út fyrir að vera. Og það er í því mikill svona undirtónn og svona kannski grimmur en mjög svona alvarlegur undirtónn, harmrænn undirtónn, eins og rauninni allt grín og allir brandarar hafa eitthvað svona harm á baku sig og við erum alltaf, það er eitthvað svona, finnst mér svona dramað er alltaf svona það sem svona er spennan sem leysir hláturinn úr einhvern veginn læðingi. Maður þarf að lesa svona leikrit mörgum sinnum og maður undirbýr sig með því að þaulesa verkið aftur og máta í það alls konar leikara og í þessu tilfelli er ég dálítið vel settur að því þekkja pínlítið svona hugmyndarheim höfundarins og aðferðir hans, að því þekki til fyrir verka hans og hefur verið þáttakandi með honum og reyndar er þannig að fyrsta leikritið sem ég leikstýri sem leikari sem er með leikstjóri í maganum, það heitir Góð kona sem Jón Gnarr skrifaði fyrir okkur og við settum upp ég og hún Arndís Egilsdóttir í Hafnarfjarðarleikhúsi og þannig að þetta er í rauninni svona endurkoma að höfundarverki hans þannig að það var náttúrulega enginn eftir þessu en fyrir mér er þetta mjög mikilvægt og þannig að ég held að á einhvern hátt er ég svona fyrirfram vel undirbúin með aðkomu að þessu verki og hef fylgst með tilurð þess og
og held að ég svona skilji það, en við erum auðvitað fleiri hér sem þekkjum bakgrunn höfundarverksins og svo framvegis, og svo er auðvitað bakgrunn íslensks samfélag og hafa fylgst með þeirri umræðu sem á sér stað og hvernig við einhvern veginn stöndum í dag og erum að vandræðast með hina segu á meðal okkar sem eru bræður okkar og félagar og flokksfélagar og skólabræður okkar og allt samfélagið er orðið uppfyllt af hinum segu sem hugsanlega stálu frá okkur eða gerðu okkur eitthvað og við erum reið og frústreruð eða meðvirk og vitum ekki alveg hvernig við eigum að gera upp við það og svo kannski er þetta verk svolítið mikið að skoða okkur hinn svokölluðu saklausu og þannig að þetta verk er auðvitað á einhvern hátt undirlagið er lygina og fólk sem velur að lifa í lyginni og svo orka sem fer í það og fólk lyginar í leita að sannleikanum í einhverju jafnvel sakamáli. Já, þannig að ég get sagt að innblásturinn minn sé náttúrulega bara auðvitað fréttablaðið og leiðarar Morgunblaðsins. Leikhús er náttúrulega stundum, það er eitt leikhús sem var kallað Musteri íslenskrar tungu og í þeirri sömu ræðu þegar það var að kalla það var líka sagt að það ætti að vera vígvöllur hugmynda og ég held að gamla klísjan spegilinn og alltaf leikhúsi eitthvað spegill og við sem að það spegla okkur og sem er rétt, þá er þetta líka ákveðin átt vígvöllur hugmynda og ég held jafnvel að fólki eftir að verða reitt og ganga kannski út og það er bara hið besta mál en við þurfum að geta tekist á án skætings án dónaskapar við hvort annað en með hugmyndum og jafnvel móðga hvort annað með því að setja fram einhverjar hugmyndir en ekki bara móðga hvort annað með því að segja eitthvað dónalegt hvort annað og það er svolítið kannski leyfið sem leikhúsið býður upp á að líka svona ögra okkur en rauninni er þetta verk náttúrulega á engan hátt ögrandi, þetta er eiginlega allt of mikill gleðigjafi og kannski það er ljóður á þess ráði og ég er nú eiginlega viss að það mun nú eiginlega skiptast í tvö horn og ekkert allir skilja þetta, en það er það líka allt í lagi, við þurfum ekkert alltaf að skilja hvort annað og við þurfum ekkert alltaf að búa til þægilegt leikhús og við viljum alls ekki fá börnin á þessa sýningu og ekki mjög gamalt fólk en konur á öllum aldri, þær eru velkomnar. Varðandi innblásturinn og heiminn og eru þessi náttúrulega þetta leikrit maður getur talað sem er höfundurinn kemur úr útvarpsmenningu og sjónvarpsmenningu og hefur skrifað mikið af þannig efni og leikið þannig efni og ef maður vísar í erlendar fyrirmyndir þá er þetta svona ákveðin aðferðafræði í svona storytelling og svona gríni sem ég veit ekki hvort að allir á Íslandi þekki en það er eitthvað sem heitir South Park eða Homer Simpson eða svona teiknimyndir sem eru mjög kaldhæðnar og leyfa sér einhvern veginn að fara mjög hratt yfir og þetta er kannski svona afleggjari af þannig kannski svona sögumennsku. Já, bla bla bla. Ekki börn eða mjög aldrað fólk en konur á öllum aldri. En ekki börn.